Sigurður Ólafsson vildi meina að KM hefðu staðið innan vítategs eða vítategsbogan þegar að hann tók spyrnuna, hann Þorvaldur, og það má ekki. Því var hann látinn endurtaka hana og þá varði Þorfinnur. En við komum að þessu öllu saman og eftir og við skulum sjá hér brot úr þessum leik. Sjá nokkur marktækifæri en þessum leik lauk með markalausu jafntefli 0-0. Og hér sendir Þormóður Egilsson boltan tilbaka á Þorfinn Hjaltason markvörð og KR-ingar reyna að byggja hér upp sókn í strekkingsvindi á KR-vellinum sem stóð svona nokkurn veginn á þetta mark sem við sjáum hér. Beint á það. Hér er það Rúnar sem átti mjög góðan leik fyrir KR-inga, hendur boltanum geysilega vel og aðdáunarvert að sjá hversu knatt tækni hans er góð. Hér er það Heimir Guðjónsson og þetta missa KR-inga boltan. Þorsteinn Halldórsson misti hann og KM snúa hér vörn í sókn. Jón Grétar og Jón Kristjánsson með hælspyrnu og Jón Grétar laglega. Og Þorvaldur hér með skalla og hér kemur Antoni Garl inn fyrir en skoti yfir. Boltinn féll þarna svona að síðustu ekki nógu vel fyrir hann, við sjáum þetta hér. Hann reynir að leggja hann hér fyrir sig en tekst ekki alveg nógu vel og skot hans því yfir. Gott tækifæri og það voru KM sem voru hættulegri minnstakosti til að byrja með. Og hér er það Þorsteinn með sendingu framvöllin á Björn Rafnsson en eru KR-ingar Péturslausir og þá ég við að Pétur Pétursson er enn meiddur. Rúnar með hælspyrnu hér á Heimi og hann með sendingu hér á Sæbjörn, laglega gert hjá KR-ingum. En Ormar er komið hér tilbaka, Örlygsson, og hann með sendingu tilbaka á Haug en Rúnar kemst þar inn í og er hér alveg að komast í ágætis færi að minnstakosti til þess að gefa boltan út en KM björguðu hér á síðustu stundu. Það gerði Halldór Halldórsson. Þorfinnur með markspyrnu fyrir KR-inga, Haug til Lagstad með skalla og Jón Grétar nær boltanum. Reyndi að leika Þormóð en það tókst ekki. Rúnar með hælspyrnu, glæsilega gert hjá honum, sending aftur á Heimi hér eins og áðan. Og Heimir sendir boltan áfram hér á Sigurð Björgvinsson. Og hann leggur síðan laglega sendingu hér á Rúnar en hann hittir ekki boltan í góðu færi og þetta skot rétt framhjá. Mjög góð sókn hjá KR-ingum, mjög góð og skot Rúnars að lokum framhjá en enn eru það KR-ingar sem eru með boltan. Sæbjörn sendir hann fyrir hér og þar kemur Heimir á hér gott skot en beint á Haug. Staðan 0-0 og hér er hornspyrna hjá KM-mönnum en KR-ingar björguðu það á línu sýndist mér og síðan hrökk boltinn af KM-mönnum og aftur fyrir þannig að KR-ingar áttu markspyrnu en hér eru KR-ingar með innkast. Rúnar setti til boltan út á Sigurð Björgvinsson sem á þrumuskot en rétt framhjá. Rúnar var potturinn á pannan í sóknarleik KR-inga og var langbesti með vallarins að mínum dómi. Og hér var Björn Jónsson sem sendi inn á miðjuna á Gauta og að lokum verða Jón Kristjánsson sem var inn í hér skot en hitti boltan illa og það var það Ormar sem á hér skot viðstöðulaust en framhjá. En eru við í fyrri hálfleik. Gunnar Oddsson með sendingu hér út á Þormóð. Þormóður með sendingu fram en KM nú að vörn í sókn eða hvað? Jújú, Ormar hér með boltan. En hér er það Gunnar Oddsson sem sendir tilbaka á Þorfinn og þá er það Bjarni Jónsson sem kemst inn í sendinguna þarna og síðan dæmt vítaspyrna á Þorfinn Hjaltason og ég held að það sé réttmætur dómur, ekki eftir þess að segja. Allavega það var það dóminn og þá er það Þorvaldur Örlygsson sem að framkvæma vítaspyrnuna og skorar. En Eyjólfur Ólafsson vildi meina að Jón Grétar hefði verið fyrir innan vítatilboga. Það skal tekið fram að það sést á sumum sjónvarpsskjám en öðrum ekki að Jón Grétar var alveg til vinstri og þegar að þetta var skoðað hægt hér minnstakosti frá hjá okkur að þá var Jón Grétar ekki innan vítatilbogan en það var svona alveg við það
og það var ekki óeðlilegt og kannski að Eyjólfur vildi láta framkvæma spyrnuna aftur. En þá var það Þorfinnur sem að varði. Þetta var sálastríð. Þetta alltaf ákveðin spenna. Allar leikmaðurinn að skjóta í sama horn eða ekki þegar endurtekna vítaspyrnur að ræða. Það gerði hann Þorfinnur, en hérna er ég að reyna að sína þetta hægt þegar hann spyrnir boltanum fyrir þá sem að hugsanlega geta séð þetta. Ef að Jón Grétar hefur verið sjáanlegur þá á þessum sjónvarpstækjum sem er að minnsta kosti. Og svo hefur að Þorfinnur verið. Upp á þessu fengu KM hornspyrnu og hér er skalli hjá þeim hjá Gauta Laxdal en rétt yfir. Ég er við leikum með þetta. Þá var það Káringar. Sæbjörn leggur hér boltan út á Sigur Björgvinsson. Og hann sendi laglega sendingu hér á Heimi sýndist mér og Þorsteinn með þrumuskot. En þetta varði Haukur og enn er það Káringar og nú skulum við sjá Rúnar hér. Geysilega gott vald á boltan Rúnar. Kominn hér upp undir endalínu og sendir hann fyrir en Káringar voru ekki þarna á réttum stað. Sæbjörn með skot að lokum og darraðadans sem ekkert varð úr fyrir Káringa. KM náðu að koma boltanum burtu. Og hér er það Gauti Laxdal. Og KM hér keisast fram. Og Jón Grétar með skoti í varnarveikin og Þorsteinn kemur síðan hér aðvíðandi og nær boltanum fyrir KM aftar í leikinn. Lengra inn í hann. Káringar hér að byggja upp sókn og sjáum við nú. Rúnar hér með enn eina hælspyrnuna. Þetta hefur verið 4 eða 5 í þessum leik sem að tókust hjá honum. Og hér er það Heimir sem að er kominn inn fyrir. Og boltinn hér kominn til Gunnars sem að þrumuskot en Haukur varði. Góð sókn hjá Káringum, gott skot hjá Gunnari en hefði mátt vera aðeins utar. Svo honum það ekki að skora. En Haukur var vel á verði. Og Rúnar hér með bakvarspyrnu en Haukur varði. Þorvaldur hér með aukaspyrnu fyrir Káa. Glæsilega gert hjá honum lúmst en Þorfinnur sá við honum var vel á verði og hann samaði knöttinn. Káringar voru sem sagt öllu aðgangsharðari í síðari hálfleik og þannig lauk þessum leik með markalausu jafntefli á Káarvellinum í dag 0-0.